ástir mín. Hvar Bjarnfreður? Þetta strákur. Gjörsamlega fyrir munað að hoppa í takt. Við byrjum aftur. Ég og Einar erum eftir í þvottahúsið, sko. Þú ferð ekki fett þegar þú ert búinn að ná þessu. Við höfum annað að gera. Þú tekur þátt í þessu eins og allir aðrir. Þú ert hluti hér af heng. Þið nennið þess ekki. Og ég nenni ekki að hlusta á neitt múður. Við byrjum aftur frá byrjun. Og 1 og 2 og 3 og gaman, saman og 4 og 5. Sjáðu áfram. Góðan daginn, Hjördís. Já, sæll. Ég með gleði tíðindi. Umsókn þín reynslulaust hefur verið samþykkt. Reynslulaust? Ég kannast nú ekki við að hafa sótt neitt slíkt. Býttu, ég er með undirskrifað bréf frá þig, Georg. Þetta er ekki einu svona mín skrift. Bjarnfreðsson. Ég myndi aldrei skrifa Bjarnfreðsson. Ef þetta er ekki þín undirskrift, hvers undirskrift er það þá? Og allir sem meðmælega frá verðunum? Ég held að... Ég get ekki farið hérðan. Það er reiðarslag fyrir alla heimilismenn hér ef að mín nýtt ekki við. Alltaf góða starf sem ég hef verið að byggja upp hérna eins og klassísku sönglagakvöldin og núna erum við að undirbúa opnun fyrsta reyklausa heilsugangsins á Norðurlöndum. Já, við vitum öllum störðin hérna, en þetta er frágengið. En hvað með allt sem ég hef gert af mér? Flóttatilraunin, eitthvað hlýtur hún nú að lengja dóminn og bruninn. Og uppþotin síðasta sumar, það voru algjörlega á mína ábyrgð. Ég hef bara búin að vera hérna í 5 ár af 10. Ég á eftir að vera hérna í 5 ára minnstakosti. 5! Því miður, Georg, en svona er staðan. Þetta er örugglega erfiðasta próf á Íslandi. Hvað? Bílprófið. Byrju, aftur? Hvað, er þetta ekki 7. sinni? 7? Þú eru alltaf að breyta prófunu. Hvað er með? Aksjómenn! Það var að ræða það eitthvað. Nei, Óli frændi þarf að fá sér morgunmat. Hvað er þetta? Heyrðu, þegar þú er búin að taka læknisprófið og ertu að náðu lækni. Nei, Ólafur, ekki. Hún heldur sér glas. Heldur að mamma og pappa var nokkuð til í að kaupa að okkur ferð til útlanda? Ferð til útlanda? Nei, ég vil ekki biðja neitt svoleiðis. Þau hafa fullt af peningum. Þetta stóð. Þeir eru búin að borga undir okkur hús og bíl. Við skulduðum bara alveg nóg hús. Vil ég í bókabása? Þú skýtur ekki svo.
sækja ykkur eftir, eða? Nei, það er okkur tíma. Bæ. Bæ. Góðið, strákar. Það kom ekki að balla. Þetta er búinn. Já, en þetta er platrið. Hæ. Þetta er Bjarnfríður Geirsdóttir, skyldasti skilaboð eftir hljóðaskil. Ég get vel skilið að það komi tímapunktur af andleysi, en nú eru örfáar vikur fram á útskrift og þú verður að fara að sýna einhverja nýjar vítir. Já, ég sko, þarf bara smá tíma til þess að finna út úr þessu, sko. Þetta er allt í hausnum á mér. Ég bara, það er erfitt með að koma sér í orð og... Þú átt ekki að koma sér í orð, þú átt að koma sér í verk, skilurðu. Eitthvað frá hjartanu. Þú hefur ótal mörgum miðlum að spila og myndlist er ekki bara málverk. Nei, já. Einmitt. Halló? Sæll, Daniel. Þetta er Georg. Já, ég dreg enga dul á það að ég veð okkar litla samfélag með miklum söknuði og ég er líka þakklátur fyrir þann tíma. Jæja, Georg minn. Þú ætla bara að drífa okkur. Já, einmitt. Mamma. Bjarnfreður. Ég bræði mér langar heim. Seinna. Fyrst þurfum við að reka auðvaldsinnana í burtu. Ísland og NATO! Herinn burt! Ísland og NATO! Herinn burt! Ég heiti Einar og ég ætla að vera 40 árum stór. Ég heiti Harpa og ég ætla að verða lögga. Ég ætla að vera kennari. Búðamaður. Og hvað ætlar þú að vera til að vera stór? Hafnbogi og var til Ameríku. Ég hef sagt öllum að þig langaði að verða mikill leiðtogi. En núna viltu reka beljur í Ameríku. Þú hefur gert mig að legara.
Fórstu með blómin á leiðinnar Guðbjargar? Já, gerði það. Er eitthvað að frétta af Ólafi? Já, hann býr hjá mér. Já. Hann var einhverju vesinni með húsnæði. Samur við sig. Nú líður nú að útskrift hjá þér. Já. Doktor Daniel. Já. Nei, sæl Bjarnfreður. Ég er útskrifaður. Laus. Þú átt ekki að lausna út fyrir eftir 5 ár. Ég hef greitt mína skuld við samfélagið. Hvað er hann að vilja hér? Segðu henni bara að þú hafir keyrt mig vegna þess að ég bað þig um það. Ég get ekki tekið við honum. Þetta er lögheimili mitt. Æsku heimili. Já, ég get aldrei haft þig hér. Þú ert kvennamorðingi. Hvar á ég þá að sofa? Segðu honum að ef ég sjá hann nálægt heimili mínu aftur, þá hringi ég á lögregluna. Strákar, ekki rífast. Kaffi betur rúmi þá. Gjörðu svo vel. Borða fallega. Sæl frú. Ég beði hann að gista 1-2 daga bara, hann var að losna. Hér? Já, bara, þú veist, meðan hann kemur undir sér fótunum. Mennur að tala saman smá. Komið þið sælir félagar. Hvað er í gangi? Komið þér ekki í fangelsi? Jú, en, þú veist. Óli var líka með þér í fangelsi. Já. Þú veist, þú getur ekki komið heim með alla sem þú varst með í fangelsi. Nei, já. Nei, þú veist, þetta er bara í nokkra daga, sko. En hann er svo skrítinn. Já, ég skil vel áhyggjur þínar, en þetta er einungis tímabundið og ég mun finna mér vinnu og annað húsnæði eins fljótt og auðið er. Og þangað til er ég tilbúinn að leggja mitt að mörkum til samfélagsins, til dæmis við eldamennsku eða þrif. Ég leit nú aðeins yfir eldhúsið og sá að þar er nú ýmissa úrbóta þörf. Sorry, ég veit ég má ekki reykja með matinn í bílnum, sko. Ég var bara ekki búinn að reykja neitt í dag. Þú vinsilega að sýna mér ökuskírteini, takk. Já. Getum við nokkuð gert þetta seinna? Ég er að fara með mat upp í Stakkalíð. Það er eitthvað númeraplötur á bílnum? Nei, við var stólið, sko. Ég skrifaði bara nýtt. Af hverju tilkynntur þetta ekki? Bara fattaði það ekki. Það er löngu búið að afskrá bílinn.
Þessi bíll eru umferð? Nei, það getur ekki verið. Ég var á honum bara hérna rétt á hann. Það hefði búið að klippa af honum, hann hefði ekki verið skoðaður í mörg ár. Þetta er fyrirtækjabíll, sko. Já, það skiptir engu máli. Hann er alveg jafn óskráður fyrir því. Afhendu lyklana. Virka bara 1. og 50. Ég get ekki skvilla kallinum. Maturinn verður náttúrulega dreginn á laununum ef ég seit, sko. Það lofur, sko. Klukkutíma lofurinn. Rólegum, hvað á ekki bara gasa, mann? Ætlarðu með væni minn? Já, hæ, Óli hérna. Það er læst hérna niðri. Óli. Já, Ólafur Ragnar á Bangkok Princess. Ég er komin hérna með matinn til ykkar. Já, velkom til byggðavinnur. Þú ætlar að vera hérna fyrir mánuði síðan. Já, ég þurfti að skipta 5 sinnum með strætó. Þetta sendlast í strætó. Já. Það hlaut að vera maður. Gaurinn er að Herðu, sendlast hérna, í strætó. er ekki hægt að ræða eitthvað við ykkur klukkutíma lofurinn? Já, þú ert að hlusta á FM 957. Hækkandi hitastig hefur engin áhrif á okkur. 2 ískalda hérna, sveltkaldir með ykkur til klukkan 10 í kvöld. Já, snert ekki takkan því framöndan er svo frábær klukkutími að þú hreinlega ælir í boga. Já, við erum með Óla hérna frá Bangkok Princess. Já, heyrðu, hvað segir? Eru þið bara að sendlast í strætó með grænikortinu? Er þetta að djóta í mér eða? Já, ég meina, þetta er ekkert eins og í formúlunni, sko. Ef að Schumacher að vera að vinna á Bangkok Princess, þá er engin klukkutíma lofur í gangi. Meira svona 2 mínúta lofur. Herðu, kallinn minn, júlurnar eru á leiðinni þín. Og hvað, þú bara SL-akur hérna í útvarpinu? Er bossinn ekkert að bráðast við því, eða? Hver? Nei, hann Dimitri. Dimitri? Nei, hann er alveg slagur á því, maður. Það er eitthvað annað þegar ég var að pumpa bensín upp á Laugavegi. Þá var ég með geðsjúka niður, maður. Já, sköllóttur með gleru og bjó heima á mömmu sinni. Ég var að ræða það, hvað? Hver býr heima á mömmu sinni? Já, alltaf að safna plastflöskum til að fara til Svíþjóðar. Vitið hvað var hann að fara að gera þar? Kaupa sér Volvo eða? Skrúa saman einhverja IKEA-innréttingar með ískaldan bygghjól á kantinum. Vitið, er þessi gæi með heimasíðu? Alls ekki .is. Sæll, Ólafur. Daniel, hvað er Georg að gera inni á mér? Georg? Ég bara bauð hann gistingu að hann losna. Já, akkur er hann inn í herbygginu mínu? Ég get ekki búin að gista hérna milli okkar eða inn í á strákunum. Akkur ekki, ég er að borga þetta leigu. Þú ert ekki búin að borga neina leigu, Ólafur. Já, en þú veist, það fer alltaf allt í fjandans, alls þar sem hann er. Hvernig heldur þetta lúkki fyrir kallinn? Kannski að koma heim með guggur og það er bara einhver sköllótt og gamalt kallinn í herbyggi hjá manni? Ég er nú bara nokkrum árum eldri en þú, Ólafur. Æðir þú bara inn í svefnherbergi og fólkið með það nótt? Er ekki allt í lagi heima hjá þér? Ásakið. Kominn dagur. Já, hérna, heldur þú getið dekka kallinn kannski með smá pening? Það er leigubíllinn úti sem það þarf að borga. Ég get greitt fyrir bílinn ef þess gerir störf. Hæstiréttur þyngdi í dag dóm héraðsdóms yfir Georg Björnfríðarsyni. Hann var dæmdur í 10 ára fangelsi fyrir manndráp af gáleysi og, eins og segir í dómnum, fyrir yfirhylmingu og vítaverða hegðun í kjölfar glæpsins.
Í síðustu viku staðfesti Hæstiréttur hins vegar 14 mánaða fangelsisdóm yfir Daniel Sævarsinni vegna aðildar hans að málinu. Málavextir voru þeir að í maí síðastliðnum fannst Guðbjörg Ragnarsdóttir hótelstýra meðvitundarlaus skammt frá hótel Bjarkalundi í Reykhólahreppi. Guðbjörg var flutt með sjúkraflugi á Landspítalann í Fossvogi þar sem hún lést af áverkum sínum 3 vikum síðar. Daniel Sævarsson bar fyrir rétti að Georg hefði talið honum trúum að hann væri valdur að áverkum Guðbjörgar og að Georg hefði ekki játað á sig verknaðinn fyrir nokkrum vikum síðar. Fréttastofa Stöðvar 2 náði tali af lykilvitni í málinu, Ólafi Ragnari Hannesinni, sem var einn af 4 starfsmönnum hótelsins. Georg? Já, þetta kom mér freka mikið á óvart. Hann beitti mig allavega aldrei neinu ofbeldi. Jú, reyndar. Hann sprautaði einu sinni rúðu út af augunum mér. Þá var hann svolítið reiður. En ég veit alveg af hverju það var. Ja. Og svo líka einu sinni áður. En það var svona sjálfsbjargar námskeið. Og svo líka aftur í Bjarkalundi, en þá var hann á einhverjum sveppum hana. Móðir Georgs, Bjarnfreður Gestsdóttir, kunn kvenréttindabaráttukona, var viðstödd dómsuppkvaðningu í dag en neitaði að tjá sig við fréttastofu. Óli minn. Ólafur. Hvað? Góða nótt. Ég flysjaði fyrir því rófu og svo ertu með smurðar rúgbrauðsneiðar. Það getur þú með mér. Nei. Georg Bjarnfreðarsson. Það er fyrsti skóladagurinn og kominn tími til að þú standir á einn fótum. Blessi Bjarnfreður. Vertu blessaður, Georg. Hvert í stelpukápu? Ég er að mótmála kynjaskyldu í klæðaburði. Ha? Hvað ertu að meina? Það er engin munur á strákum og stelpum. Hver segir það? Bjarnfreður. Bjarnfreður? Hver er það? Er strákur eða stelpa? Móðir mín. Við höfum áhyggjur af því að hann falli ekki nógu vel inn í hópinn. Georg er afburðagreindur og ég neita því að hann verði gerður að einhverjum meðalgreindum smáborgara. Ekki meðan ég er móðir hans. Já, málið snýst reyndar ekki um það. Þið með skýra jafnréttisstefnu? Jafnréttisstefnu? Hafa stúlkur jafn tækifæri á við drengi hér í skólanum? Auðvitað. En samt viðgengst það að börn séu kynskipt með klæðaburði. Foreldrar ráða því auðvitað sjálfir hvernig þeir senda börn sín í skólan, en það sem ég er að reyna að segja er að við höfum áhyggjur af því að Georg falli ekki nógu vel inn í hópinn sökum klæðaburðar. Hann er feministi. Ertu ekki feministi, Georg? Jú. Hann er með mjög ríka stéttar og jafnréttisvitund. Þið getur lært mikið af honum. Já, þetta lítur nú allt mjög vel út. Já, þakka þér fyrir það. Það er ekki oft sem að færingamenn með 5 háskólagráður. Nei, en menntunin er jú mikilvægasta verkfæri nútímamannsins. Já, það er við sammála, Georg. Þú ert nú hæfur til að kenna fleiri greinar. Hver veit nefn ég verði góð með því fullt starf áður en langt líður? Já, ekki þætti mér það verra. Við höfum samband eftir helgi og göngu frá þessu. Það var ánægilegt að fá því í heimsókn. Já, þakka þér kærlega fyrir það og ég býð spenntur eftir símtalinu.
Blessaður. Blessaður. Já, það eitt enn hérna sem vantaði. Það var smáatriði bara formsins vegna. Sakavottorð. Þú skrifir örlítið leyfið þarna fram í afgreiðslu og við náum í það fyrir þig. Já, ég ákvað að sækja þar sem ég hef góða reynslu frá fyrir tíð af störfum fyrir Skeljung. Georg Bjarnfreðarsson. Veitu, okkur minnir þetta mig á á árshátíðina. Ertu nýhættur eða? Nei, það er nú töluvert langt síðan. Georg. Já. Halló? Já, Ólafur Ragnar. Já. Bara forsetinn sjálfur í símanum. Nei, bara grín. Þetta er Denny Ding Dong hérna, dagskrárstjóri FM. Þú komst líka með mat og varst að sprella og þú leist bara helviti vel á þig. Jaha. Hefur þú eitthvað áhuga að vinna í útvarpi? Við erum með laust lotta sem okkur langar að prófa eitthvað nýtt. Býtu, er þetta að tala í alvöru? Er þetta eitthvað grín? Nei, þetta er í alvöru. Hvað kallist þú? Við getum þetta ekkert borgað þegar búið að redda sponsi, en það er samt fullt af krókódílum. Miðar að bíó, frí pítsur, kaldir á krana og svoleiðis. Hvernig líst þér á? Bekkjaformannskjörið er bara fyrsta skref. Þú ert eftir að mylja andstæðing þinn eins og félagi Castro sigraði Batista. Viva la revolution! Revolution! Ég nótraði örfáar breytingar í ræðina hennar, annars er hún fullkomin. Þakka þér fyrir það, Bjarnfreður. Þú veist, Georg, að ég hef trú á þér og framtíðinni. Þú átt eftir að verða stórmenni og gera mig stolta. Það er skoðun margra að ég sé greindasti nemandinn í bekknum og því er eðlilegt að ég taki niður stöðu bekkjarformanns. Ég legg til að skólinn láti framkvæma greindarpróf og að nemendur verði flokkaði niður eftir greind og möguleikum í námi. Og það skýr krafa mín að þeir nemendur sem eru afburðargreindir fá ábyrgðarstöður og leiðbeini öðrum varðandi nám og klæðaburð. Goggi feiti. Afsakið þér að flytja hérna ræðu. Að lokum vil ég að skóladagur verði lengdur og sumarfrí stytt til muna. Þetta er það sem ég ætla að gera. Það borgar sig að kjósa Georg. Góðar stundir og viva la revolution! Hæ, mér finnst það að búið að vera mjög skemmtilegt inn í bekknum og ég vil hafa 1 náttfatapartí og 2 skeiðaferðir. Það var bara einu fyrra, svo ég vil hafa 1 fyrir áramót og 1 eftir áramót. Takk fyrir. Við faðir þinn höfum ákveðið að útskriftargjöfin okkar til þín sé að gera þig skuldlausa.
Skuldlausan? Og við ætlum að fella niður allt sem við höfum borgað á meðan þú hefur verið í námi. En ekki húsið og... Ég veit þú ert stoltur, elskan, en við erum búin að ákveða þetta og þeirri ákvörðum verður ekkert haggað. Já, svo er það annað sem pappa þinn langar til að gefa þér. Já, hann veit að þetta er taskan hans pappa þíns. Opna hana. Þetta skiptir pappa þinn svo miklu máli. Hann getur ekki lengur starfað og það er erfitt fyrir hann, svo þú veist. Þú ætti ekki að vera feiminn við að tjá tilfinningar þínar. Hann er sonur þinn. Það að þú sért loksins að útskrifast úr læknisfræðinni er svo mikilvægt fyrir hann. Honum þykir svo vænt þig og við erum bæði afskaplega stolt af þér. Við fyrirgefðu, elskan. Skal leyfa ykkur að vera einu. Sæl, frú. Mér langaði að ræða þess við verkskipulagið hérna í litla samfélaginu okkar. Ha? Það fer allt of mikið tími til spillis og afköst gæti orðið miklu meiri ef við myndum samþykkja þessar einföldu tillögur sem ég hef sett hérna. Ha? Já, einmitt. Það er hitt atriði sem ég langaði að ræða við þig. Ég gerði óformlega úttekt á þroska þeirra og þeir standa í stað, svona þroskalega séð og strákar á þessum aldri þurfa stöðuga örvun til að vaxa og dafna og verða heilbrigðir einstaklingar. Tókstu dótið þeirra? Jú, þetta voru ofbeldisleikföng sem hreinlega hamla andlegum vexti. Þeir verða brjálæðir ef þau fá ekki dótið sitt aftur. Þú ert ekki að skilja mig. Ég er að reyna að bjarga þeim frá því að verða eins og vanvitar. Hvar er dótið? Lífsgæði, ekki kaupmæli! Það beðið um að færa ykkur. Það hafið ekkert leyfi til að mótmæla þér. Lífsgæði, ekki kaupmæli! Já, líka barnum! Bjarnfreður, akkur fá ekki eins og eingrein í bekkinu fá? Í bekknum þínum, Georg? Hvað fá þau? Hamborgarhrygg. Hamborgarhrygg. Veistu hvað það er? Jólamatur? Nei, bakið af myrtu svíni. Við borðum ekki kjöt vegna þess að við erum ekki hræætur. Mannslíkaminn er ekki gerður til að melta kjöt. Farðu nú á takt á móti með mund að gera eins og reddum. Komdu sæl, Bjarnfreður. Sæll, Geir. Sæl, mamma mín. Félagi Áslaug, taktu af mér frakkann og hengdu hann upp. Georg getur gert það. Að sjá drenginn. Hann er eins og rækja í laginu. Ertu svona matvandur? Má ekki bjóða okkur inn í stofu?
Já, þær eru miður skemmtilegar fréttirnar sem berast núna frá Víetnam. Nú eru amerískir hermenn byrjaðir að dunda sér við það að drepa börn. Og þeir eru víst farnir að nota efni sem heitir napalm. Og þetta er einhver olíuóþverri sem þeir úða á börnin og kveikja svo í þeim. Að siðmenntaðar þjóðir allan heim skulu ekki stöðva þennan ófögnuð. Sovjetríkin eru búin að fordæma þetta. Brezhnev vakti máls á þessu á flokksþinginu í haust, en það er eins og allt alþjóðasamfélagið sé hreinlega lamað af því að hinnir háu herrar í Ameríku, þeim bara hreinlega líðst allt. Sendu Þjóðverjar og Svíar ekki frá sér yfirlýsingu? Svíar? Gervi kommunistar og sósíaldemókrat. Hver heldur það hlusti á smá ríki eins og Svíþjóð? Enginn. Það þarf stórveldi eins og Rússland og Kína til að taka höndum saman og setja þessum auðvaldsherrum stólinn fyrir dyrnar. Þá er hlustað. Ef alþýða Rússlands og Kína segði hreinlega nei við ameríska herinn. Nei, þið fáið ekki að myrða og limlesta börn. Nei, þið fáið ekki að brenna þau lifandi. Nei, nei, nei og aftur nei! Hvað er að drengnum? Er hann meðalgreindur? Til Bjarnfreðar og Georgs frá Geir og Áslaugu. En spennandi. Nei, sko. Sjáðu hvað amma og afi gefa okkur fallegt. Farðu nú að þakka þér fyrir okkur. Ég let rammana sérstaklega inn þannig hún yrði ekki fyrir hnjaski ef krakkinn kæmist í hana. Georg, þú mátt opna pakkan frá mér. Þetta er sænsk trélíra, smíðuð í Uddevalla af Per Sørensen, frænda Lofísu vinkonu minnar. Mér langaði tjútjú trensa. Talaðu íslensku, drengur. Ég er búin að biðja jólasveinin. Við höfum rætt þetta, Georg. Það þýðir ekki að biðja jólasveinin. Hann er tákngervingur amerísks auðvalds. Veistu hvað kapitalist er, Georg? Það eru hryllilegir menn sem heila þvó sakleysingja með samviskulausum auglýsingapésum. Í þeim eina tilgangi að selja varning. Hvað er heimskasta og fyrirlitlegasta fólk sem til er? Kapitalistar. Já, og Ameríka, heimsveldi heimskunar. Hverjir voru það sem svívirtu íslensku fjallkonuna? Sviftu upp hana pilsfaldinum og ráku í hana byssukjaftana, hamsandi á amerísku tógleðri. Mér langar tjútjú trensa. Jólin eiga ekki að snúast kaupmennsku. Þetta er fjölskylduhátíð. Þegar misskilningur á annað borð fer af stað, þá hefur hann til til að vefja upp á sig, er af stað, upp á sig, stormveður sem hrífur allt með sér og það er enginn sem fær rönd við reis. Það er öllu saman í hugsa bara það eitt að eins og rökum. Já. Sæll, Daniel minn, verður að vinna í allt kvöld? Já, ég verði, það er bara langt fram eftir, sko. Á hvaða deild ertu? Hálsnef og eyrna. Ég get að skjótast til þín og láta taka þig mál fyrir útskriftarfundin. Nei, getum við ekki gert það á morgun? Ég vil gera þetta núna ef hún nána á sig fyrir laugardaginn. Já, Við verðum komna eftir kortið.
Hæ. Hvað er bara alveg brjálað að gera? Já, það var mjög veikur sjúklingur. Hjúkka, lungan hans ekkert við þig? Nei. Já, hún er nýbyrjuð, sko. Já. Sætliskan. Sæl. Herðu, við skulum bara koma út og... Ég veit þú hefur nóg að gera, en herspum þessu bara að. Svona, út með hendur. Sniður. Já, státt alveg beitin í blaki. Finnst þér þetta ekkert undan? Hann sagði kallinn myndi bara vera í smá tíma. En ekki bara nota það. Nota mig? Hvað meinur þú? Ég meina, kemur með kallum þínu heima. Hæ! Hæ. Þetta er gestur. Þessar? Gestur er besti ökukennar á landinu. Ok. Finnst þér þetta ekki flott skyrta? Ég var að kaupa hana. Segðu hver vald hana? Voru að versla föt saman? Ég er ekkert voða mikið inni í fötum og svoleiðis. Heyrðu, hvað var í matinn? Kvöld? Nei, Mongó. Í útskriftinni. Já, ég veit það ekki. Kjúkling. Já. Já, Þorsteinn þakkar Friðrik Dór kærlega fyrir viðlitið. Það er alltaf ánægilegt að fá hann hingað, en það eru fleiri á leiðinni. En áður en hleypum þeim að þá ætlum við að opna þetta fyrir símann og heyra í hlustendum. Ekkert pólitískt kjaftaði, bara guggur og ískaldur á kantinum. Þið tekkið þetta 511-0957. FM, góðan daginn. Hæ, ertu ennþá ekki á partybakka? Já, heldur betur, ertu með partí? Já, við erum með nokkuð stelpur. Já, ok, hvað eru þið margar? Við erum 5. Já, er þetta alvöru partí, má ég heyra þess í ykkur? Þetta er almennilegt partí, maður. Heyrðu, það er sjóðandi heitur partípakki á leiðinni til ykkar, eldsmiðu pitsur og ískaldur túlem. Við skulum taka annan hlustanda. FM, góðan daginn. Já, halló, getur fengið eitt óskalag? Ekki vandamáli, hvað má bjóða þér? Já, bara eitthvað íslenskt. Ekki vandamáli, það er á leiðinni til FM, góðan daginn. Já, þú skelltir á okkur, þannig að partíð. Já. Við vorum ekki búin að segja hvert þú átt að senda hann. Já, ok, hvar eru þið? Grafarholti. Grafarholtin, ekki vandamálið. Skoða heim. Já, þetta er ekki flókið mál hérna á FM fjölskyldunni. Það er glænýr tónlistarklukkutíma á leiðinni til ykkar og það þýðir hvað? Jú. Heiðraða samkoma. Það er mér mikill heiður að tilkynna að í kvöld er sjónvarpsviðtal við Bjarnfríði Geirsdóttur, móður mína, og ég hvet alla til að láta það ekki framhjá sér fara vegna þessa. Þetta viðtal verður örugglega bæði fróðlegt og skemmtilegt. Ok. Hvað er eitthvað að? Ég veit ekki vera morðingi. Hvað meinar þau? Ég vil ekki vera hrææta. Ég vil ekki að þetta segja svona hluti. Nei, þeir spurðu mig og þar sem ég er uppeldisfræði menntaður. Já, þetta er ekki þitt mál. Þú ert ekki að vera alveg mín börn. Þú getur bara gert það með þinn eigin son. Hann er nú reyndar í Danmörku. Já, nákvæmlega. Þar sér þið árangurinn af þessum uppeldisaðferðunum. Móður hans líka. Hvenær fer hann eiginlega? Já, eftir strákamennir. Óli, sjáðu, við erum að teikna einhvern myndendar. Já, sæll, geimflug. Hvað gafst með að gefla? Já, ræða það eitthvað. Teikniði meira. Hvernig skrúar upp í þessu? Gestur minn í dag er kona sem veitt yfir kröftum sínum í að berjast fyrir mannrétt. Á
næstunni ætlar friðarhreyfing kvenna að veita henni sérstaka viðurkenningu fyrir ævistarf sitt. Kona nefnd Bjarnfreður Geirsdóttir. Vertu velkomin, Bjarnfreður. Þakka þér fyrir, Elenborg. Fólk man nú fyrst eftir þér í tengslu við mótmælin við Laugardalslaugina. Já, þau vöktu mikla athygli. Þá þótti nýlunda að mótmæla þeim klæðaskilyrðum og höftum sem hafa verið þvinguð á kvenlíkamann. Karlmönnum leyft að valsa þeim berir ofan og öllum sama hvað áhrif það hefur á konur. Enda hefur rödd konunnar yfirleitt ekki þótt jafn marktæk og rödd karlsins. Og þið mættu þarna berar ofan og þetta birtust umfjallanir og viðtöl við þig, meðal annars í Berlínsku tíðinni. Jú. Og myndaðir sem margir mun eftir. Og svo kom umræðin píkuna í kjölfarið. Í hugarheimi og menningu kalla píkan sveipuð mikilli dulúð. Út úr henni koma þeir og svo eins og þau þrá ekkert annað heitar en að komast inn í hann aftur. En dulúðin hefur aldrei verið okkar, hvern annað. Við stóðum fyrir píkukynningum þar sem við gáum konu kost á að koma saman og kynnast píkuna á sér í spegli og sjá að þetta bara óskup hversdagslegt líffæri. Og þetta var bara í stofinni hjá þér, var það ekki? Jú. Skiptir svo miklu máli að þetta sé gert í notalegu umhverfi. Þannig að það má einlega segja að byltingin hafi hafist í stofinni hjá þér. Já, það má segja það, já. Oddný Kristmunds og Guðrúnardóttir heitin myndlistakona. Hún bjó til fyrir okkur risavaxna píku sem var gerð úr hrossárum, frauðplasti og ull. Og hvað með einkalífið? Ég nú opinber persóna og þannig sem slík hef ég aldrei átt neitt einkalíf. Hvað með fjölskyldu? Nei, ég hef alltaf verið ein. Já, engin börn? Nei, ekki nema kannski fyrir utan stöku gæludýr. Ég hef alltaf verið mikill dýravinur. Og þú hefur aldrei fundið hann rétta? Doktor Kristrún Sóga, vinkona mér, sagði nú eins. Jæja. Ég held að væri öllum fyrir bestu að ég reyndi einhvern veginn að koma mér aftur á Litlahraun. Ef þú vilt ræða eitthvað þetta... Það ekkert að ræða. Bjarnfreður bara mjög mikið hugsjónamanneskja. Já, hún náttúrulega kannski ekki myndum við venjuleg. Engin venjulegur. Liggur þú á gæjum? Hvað það minni? Viltu vita það? Pöttur, veistu hvað silfurskotturnar gera? Þær hoppa upp í munninni og fara ofan í magann. Borða allt sem þú borðar. Þangað til þær verða feitar og bandaralegar. Viltu núna kíkja inn í kompu, Georg? Nei.
Bjarnfreður. Hvað er það? Á ég pabba. Af hverju ertu að spyrja því núna? Mér langaði bara að vita það. Þú ert kenndur við konu. Þú átt að vera stoltur af því. Er þetta pabbi minn? Hvar fannstu þetta? Í skúffunni þinni. Ólaf Palme er mikill maður. Hann er leiðtogi sósíaldemókrata í Svíþjóð. Er hann... Þú garvar ekki mínum persónulegum munum, Georg Bjarnfreðsson. Farðu að klára það heimavinnuna þína. Farðu. Georg minn, þú varst að fá póst. Ha, frá hverjum? Lestu það bara. Þetta er á sænsku. Kæri Georg, ég vona að þú sért alltaf duglegur að gleðja Bjarnfreði og hjálpa henni. Sérstaklega þegar hún er þreytt eða leið. Ég hvet þig til að hlusta vel á móður þína og gera allt eins og hún segir þér. Treystu Bjarnfreði, hún veit best. Ég hvet þig til að kynna þér kenninga feminista, umhverfisvernd og heilbrigt mataræði eins og Bjarnfreður hefur kynnt þig fyrir. Og þannig verður þau stórmenni eins og ég. Georg Ólafsson Palme. Hope you will write back someday. Dad. Hvernig komstu inn? Frá hverjum allar þessar gjafir? Af hverju eru þær frá Ameríku? Er þetta faðir minn? Það skiptir ekki máli. Það var ég sem ól þig upp. Svaraðu bara spurningunni, Bjarnfreður. Þetta er blóðfaðirinn. Amerískur. En sem býr í Svíþjóð þá? Hann var aldrei komið til Svíþjóðar. Svo ég veit til. En hver skrifaði mér þá öll þessi sænsku bréf? Rói var kannski blóðfaðirinn en ekki hugmyndafræðilegur. Var eftir Keflavíkurgönguna 64. Þú veist nú að Geir, afiðinn, hafði skoðanir. Ætlarðu að fara nú að mér því nasir að ég hafi átt eitt augnablik að veikleika. Eitt augnablik af losta undir áhrifum áfengis. Kom ég þá undir í ölæði með amerískum hermanni? Þetta var ekki þannig. Og þetta er löngu fyrnt. En af hverju fékk ég aldrei þessar gjafir? Ég var einstæð móðir og gerði meir en mitt besta.
En í dag er ég gömul kona og enn að jafna mig eftir aðgerð og þú átt ekkert með að vera að gramsa í mínum persónulegu munum. Eftir allt sem þú hefur lagt á mig, Georg.